Hæ, Guðrún Bergmann hér, velkomin í þáttinn til mín. Eins og alltaf vil ég þakka þeim sem hafa þegar ítt á subscribe-takkan og eru áskrifundir hjá mér og hvetja alla aðra sem eru að horfa á að gera það líka. Ég stefni að því að vera búin að ná 1000 áskrifundum í ágúst þegar ég er búin að vera 1 ár með rásina og ég er mjög þakklátt fyrir alla hjálp. Svo það verður frábært ef þú myndi vilja liðsinna mér. En gestur minn í dag er rithöfundur og bóndi, svolítið sérkennileg blanda en gengur samt upp. Hún heitir Birgitta Hrönn Halldórsdóttir, velkomin í þáttinn til mín, Birgitta. Takk fyrir. Þú ert nýbúin að vinna til stóra verðlauna hjá Storytel. Já, Til hamingju með þau. Fyrir takk hvað, fyrir. fyrir hvað fyrstu verðlaun? Þú vannst í einhverju sérstöku flokki, þeir flokkuðu niður bækur. Já, Já, ég vann fyrir ljúflestur og rómantík. það er yndislegt. Já, Það er þetta svolítið var, eins og þú. takk fyrir það. Þetta kom mér mjög óvart en afskaplega gleðilega. Ég er mjög þakklátt og bara, já, og glöð með að bókin minn hafi fengið sér velum. Já, það er svolítið, sko, þú ert í rauninni að koma fram á ritvelli núna eftir dálítið langa hvíld, ekki rétt? Jú, jú. Það er þetta stóri tildæmi, það gaf mér tækifæri til að fara að skrifa aftur. Já, Því ég var ekki með forlag og nú er ég bara aftur komin á fullt í þetta já, og líka bara dásanlegt að bækurnar mínar eldri hafa fengið endurnýjun líta þar. sem er frábært, Já, sem er frábært. En hvað kom til að þú byrjaðir að skrifa upprunlega? upprunalega, það var einhver þörf, ég hef alltaf skrifað. Alveg frá því að ég var lítið stelpa þá hafði ég þörf fyrir að skrifa og var alveg að drekja ætningi mínum í einhverjum brefum sem að ég skrifaði og sendi til Reykjavíkur og sveitinni. Og já, og líka bara hef ég alltaf haft gaman að búa til vísur og ríma og gera bara alls konar og Já, bara svona einhver hluti af mér sem hefur alltaf verið. já, Og síðan þegar að ég var komin í sambúð með mannin mínum og við byggum upp í Svartadal að þá var svona svolítið tími sem að ég hafði. Þar að segja að það var ekki svo mikið að gera fyrir okkur yfir veturinn. Þannig að þá settist ég niður og fór að skrifa skáldsögur með þessum árangri. Og ég vissi náttúrulega ekki sem hvað ég er, var að hvað gera. ertu búin að skrifa marga bækur? Og ég er búin að skrifa svolítið margar. Það eru svona með öllu tali kannski svona hátt í 30. Það er náttúrulega bara ótrúlega marga bækur. Já, þetta er, þetta er mjög bara skemmtilegt og gefur mér mjög mikið. Já. En að því við vorum að tala um útgefanda, það er náttúrulega, sko, Storytel hefur svolítið breytt markaðinu með því að nú er hægt að bara gefa út beint á netið, ef hægt er að segja þessu svo. Hvernig férstu útgefanda í gamla dag? Þú varst að byrja. Þegar ég var að byrja þá rendi ég bara blint í sjóinn og sendi fyrsta handriti mitt og þá var Örn og Örlygur og ég sendi þangað og þá var hann með fullt hjá sér og benti mér á að tala við Björn hjá Skjaldborg. Þannig að og hann tók bókinu minna, fyrstu, hann Engu, Já, og svo einhvern veginn gerist það bara, hann vildi gjarnan fá svona eitt handrit á ári, eina svona afþreyingarsögu já, og ég bara skilaði því. Og var náttúrulega voða glöð með að einhver skildi vilja gefa út eftir mig, já. en ég var náttúrulega líka rosalega stressuð yfir því og með mikla mínumáttu kennd, þannig að ég var náttúrulega alveg vissum að þetta væri ekkert rosalega gott efni, en einhverjum hluta vegna hélt ég alltaf áfram. Það skipti mig bara svo miklu máli. En í dag er algengt að fólk rithöfundar sé með ritstjóra. Var það svoleiðis þá líka? Nei, það var ekki neitt svoleiðis og enginn sem að lasa þetta yfir þannig sér. Það var náttúrulega einhver prófarkalestur, það er svoleiðis að svona vestu stafsningavillir voru leiðréttar, en það var engin aðstoð og þetta er náttúrulega allt annað. Ég er með ritstjóri á Storytel í dag og það er bara dásamlegt. Já, það breytir rosalega miklu. Þannig að þú Já, reynir bara póstast að, setti frá þér það sem að þið kom upp í hugan og svo var engin aðtóðasend gerð, bara gefið út. það var bara svoleiðis. Það er ótrúlegt. Það er Já, ótrúlegt í rauninni. Já, bara já, hugsa til þess. Já.
Og En auðvitað á já, þetta ekki að vera svona, en kannski var þetta líka af því að þetta eru svona afþreyingabækur. Ég já, hugsa það. Ef þetta já, hefði nú verið eitthvað bókmenntaverk sem að hefði verið talin, að þá já. hefði þetta nú kannski verið unni betur, held Já, ég. mér finnst það bara, ég verð nú bara að segja, með við það að þú segir þú hafir ekki verið sérlega hugrökk, þá finnst mér nú bara hafi verið mjög hugrökk. Já, Kannski pínu hvatvís. Það er svo auðvelt að hendi póstinn og hugsa svo ekki meira um það. já. Og svo er bara allt í einu komið bók og þá fær ég bara í magann og getur valla farið í búðina því að þá ert bara alveg gersanlega í rusli af því þetta sé nú örugglega ekki nógu gott. Og líka bara eitthvað svo skrítið, mér er aldrei langað í mikla athygli en ég hef einhvern veginn alltaf lent svona með reglulegu millibili þar sem ég fæ mikla athygli svona þannig að það sé áskorun fyrir mig. En þú ert tvíburi, tvíburinn elskar náttúrulega svolítið sviðsljósið, sko. Já, já, ég er tvíburi. Já. Já, kannski er það bara tvíburinn sem er búin að ýta mér áfram og sjá til þess að ég leiði mér ekkert að hérna, vera í einhverju kyrstu. Já, það er ekkit ólíklegt að það sést út af því að tvíburinn hann er sko svona tjáskiptaðili, hann er miðlari Mhm. og þú ert með hugmynd sem þú Já, býrð til og þú ert miðillinn sem kemur henni áfram til annara. já, já, En það, sko, þú gerðir þetta aldrei óvenjulega hluti með við á þessum tíma. Þú skrifaði glæpasögur. já. Mér fannst það bara spennandi og hérna, mér fannst gaman að lesa glæpasögur og mér fannst það bara áhugavert og hérna, vildi hafa söguna mína spennandi Já, af því ég sótti sjálf í þannig svo bækur. sjálfur sjálfs. Já, En það, sko, á nýliðinu Birgittu-þingi, það er nú ekki margir rithöfundar sem hafa fengið sér sérstakt þing, en þú varst tekin fyrir að hérna, á Blönduósi núna í desember á síðasta ári og svo aftur í tengslum við já, það var ammali hjá Íslenska glæpasögur, glæpafélaginu. já, Já. já, Íslenska glæpafélaginu og líka hérna í bókstafni Kópói sem var alveg frábært en þar kom fram að hérna sko af einhverjum, hvað, 1986 af einhverjum 30 glæpasögum þá hafði þú skrifað hvað, 13 Já, sem er náttúrulega bara ótrúlegt sko já, mjög skemmt. þessi sæta sveitastelpa bara Já, þetta er með bara, morð og alls konar á bakinu. já, já, En þú eh, skrifaði líka svolítið opinskátt hérna kynlíf. já, ég hef alltaf gert það og ég var náttúrulega, já, fekk alveg að heyra það þegar ég væri náttúrulega bara dóni Já, og ég var, já, ég veit ekki af hverju, það er kannski líka bara eina tvíburinn, þú veist eitthvað í eðlinu, bara að segja hlutina alveg og alla leið og já, hérna, að því þetta er bara hluta af lífinu og fólki finnst alveg pínu gaman að hafa þetta með. Af því að að sjálfsögðu. svona blanda, þú veist, það eru glæpir og það er kynlíf og það eru ástir og rómantík og svo er svona svolítið íslenskt og dulrænir atburðir og fólk hefur alls konar hæfileika og þegar maður setur þetta allt saman að þá er það bara dálítið skemmtilegt. Mjög svo. Mm. Mér finnst það allavega í þeim bóku sem ég hef lesið eftir. Ég hef nú ekki lesið allar rúmlega 30 en hérna, mjög ánum með það sem ég hef lesið. Og það er einmitt líka þetta sko, sem ég hjó eftir að því að kallmenninni sem komu og tjáðu sig um ritverkin þín á þessu hérna, Birgitte þingi sem ég kom á, þeir töluðu um sko, stílinn og þeir töluðu um hérna, glæpina og þeir töluðu um kynlífið í bókunum og svo kom eitthvað og svo eitthvað svona eitthvað yfirnáttúrulegt eins og það væri bara verið að sópa því aðeins til hliðar sko. Mhm. Já, En það er auðvitað bara partur af lífinu, þetta það er yfirnáttúrulega. partur af lífinu, já, 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 og við eigum okkar þjóðtrú og þegar ég skrifaði Dætur Regnbogans, þessa bók sem að ég var að fá verðlaun fyrir, já. að þá bjó ég til svona mínar eigin þjóðsögur, þess að söguna Dætur Regnbogans og söguna Börn Sólar og hérna Mána Dísnar og allt saman sem Ég að fæ mér alveg finnst gæsa og skemmtilegt. þetta er svo flott hjá þér. Og hérna, já, og mér fannst það bara svo skemmtilegt að því þetta er bara hluti á okkur. Þegar ég var lítið stelpa þá átti ég ömmu sem að hérna trúði á yfirnáttúrulega hluti og álfa og dverga og fór á miðilshundi og afi minn var skyggn og
sérst maðurinn hennar og ég bara ólst upp við þetta og mér finnst þetta bara hluti af lífinu eins og allt annað. Já, ertu ekki með svona hæfileika sjálf að sjá og skynja? Ég sé ekki droslega mikið en ég held ég hafi bara ágætt að skynja og sérstaklega núna eftir ég var svona fullorðin þá er ég fann að hlusta meira á svona inn á við og gera það sem að mér er sagt að gera. Það er að segja að svona, já, Fylgja þessi, leiðbeiningum. já, þessi innri sýn, hvað er gott og hvað er rétt og það gengur alltaf vel ef að maður hlustar. Því Já, það er náttúrulega bara með manni svo margir góðir af ýmsum sviðum sem eru að aðstofa. já, ég er alveg samanlega það skiptir máli að hlusta. Og ég Já, teki eftir því að því þegar ég er að lesa í stjörnukort fyrir fólk og lesa úr kortunum þeirra þá teki eftir því ef að fólk er með mjög sterka jarðtengingu, það segja einhverja plánetur í jarðarmerkjum, að þá treystir það ekki innsæðinu sínum. nei, Af því að það vill hafa allt eitthvað áþreifanlegt, en heimurinn er náttúrulega svo miklu stærri heldur en eitthvað áþreifanlegt. algjörlega. Þannig að mér finnst það mjög flott þú, fyrir mig þá er þetta stórt krydd í tilveruna að lesa bækur sem er svona yfirnáttúrulegt. Já, og við þekkjum Já, líka fólk sem er með alls konar dásamlega hæfileika, finnur á sér, skrifur rosalega skrift, bara dreymir, merkilega drauma og þetta er hluti af okkur öllum og ég þekki bara held ég engan sem að finnst ekki merkilegt ef að það kemur einhver draumur sem að hefur einhver sérstu tákn eða er eitthvað öðruvísi og við erum öll að tala um þetta og þetta er bara sami hluturinn, þetta er bara eitt hluturinn af þessar lífinu skynjun, okkar. það er að fá í gegnum draumana. Algjörlega samanlegar, algjörlega samanlegar. Mér finnst bara svo frábært þú skuli skrifa um það út af því það er ekkit margir sem að gera það. Nei, mér finnst það mjög skemmtilegt Já, og, þannig að og líka bara það sem að kemur til manns að stundum er svolítið gagn af því og þó að maður sé skrifa þrengabækur og þá og svona eitthvað þannig að þá getur maður alltaf sett inn í einhverju góða hluti líka. já, ég meina það er náttúrulega bara nöðsilegt. Mhm. Það er bara hjarta í þessu öllu. Já, já. Það er þið stóra sko. En þú gerðir svolítið hlé á skrifunin með dálítið langan tíma. Já, ég gerði það. Það var bara of mikið að gera. Þegar ég var stelpa eða svona ung Já, manneskja, að þá var þetta ekkert mála, bara skrifa á nóttunni og vinna deginum og það var bara alltaf gaman og það var ekkert mála. En svo breyttist það nú svolítið. já, Að maður svona eldist og það var bara of mikið af öðru og svo líka hafði ég ekki lengur forlag þegar til þess að já, gefa út fyrir mig og ég var alveg búin að ákveða það að ég ætla ekki að skrifa neitt meira nema það hefði einhver tilgang. Ég var skil ekki þig. til Já, að sitja bara heima og skrifa eitthvað og hvað svo. já, Af skil því að maður þig. þarf að hafa eitthvað svona hvað, eitthvað svona gulrætur sem að gera eitthvað fyrir mann og þá verða líka verkin öðru sig af því að það þeirra er vænst og maður er eftirvæntingafullur að geta komið frá sér því sem mann langar til. Já. Sko, ég hef nú fylgst með svolítið Storytel listanum sem kemur annars leiðin á mbl.is Mhm. og þú getur nú bara verið rosalega ánað því að ég er bara búin að sjá bækurnar mjög oft í 5 efstu sætunum og það eru Já, mismunandi bækur þannig að það er greinlega hlusta mikið á þær á Storytel eða lesið, ég mun alltaf fleiri eru farnir að hlusta í dag já. og ég tek Ég, já, ég er bara mjög þakklátt fyrir það og glöð með það. Það er kannski, jú, þetta kom það mér líka óvart að því að maður er ekki með einhverja mjög mikla væntingar kannski fyrir sjálfan sig eða verkin sín en það er vissulega ánægilegt og ég er ósvöldlega glöð yfir því af því að það er svo gott fyrir okkur að geta hlusta. Við já. getum verið að hlusta þegar við erum að vinna ákveðin verk og já, Ég hlusta mikið í bílnum ef ég þarf að keyra eitthvað langt og reyndar er bara innanbæðarakstur orðin dálítið langur sko ef þú ferði í einhver nokkur erindi að þá ertu bara fljóta komið með hálftíma eða lengra að ég hlusta sko þannig ég hlusta mjög mikið svoleiðis það sem ég finnst mjög áhugavert er bara hvað gömlu bækurnar hafa fengið mikið lestur. Það já, er náttúrulega bara ótrúlega því það er bara svona eins og endurútgáfu sé að ræða. Jafnvel þó já. að það séu sömu bækurnar bara að því nú koma þeir í nýtt form
og þú ert að ná til nýrra hlustenda sem voru ekki að hlusta eða voru ekki að lesa bækurnar inn í gamla daga. Það er náttúrulega fullt af fólki sem að var ekkert svo mikið að lesa bækur. Ég þekki bara þónokkra einstaklingar sem eru lesblindir og áttu erfitt með lestur sem að núna hlusta og hafa ánægja af. Já, Og svo líka komið ný kynslóð. Það er orðnar það gamlar. já, Og ég líka fæ svona að heyra frá vinum og vandamönnum og alls konar fólki hvað sé gaman að hlusta. Af því það er öðruvísi að hlusta heldur en að lesa. já, já, það er allt öðruvísi. Og þó hafi lesið einhverja bók fyrir löngu síðan að þá ertu með svolítið nýtt efni í eyrunum þegar þú fyrir að hlusta. Já, þú rifja líka upp. Já, Ég man sko, ég veit ekki út af hverju, ég held að ég hef bara verið svo upptökinn sjálfa þessum árið þegar þú varst að gefa, aðalega gefa út bækurnar einar. Ég man eftir að hafa séð auglýsingar í séð og heyrt eða einhverju, það var eitthvað svona sem að kalla glanstímarit sem að þær voru auglýstar í og ég var alltaf, já, hver er þessi kona? Já, bara eitthvað svona. En ég fór hættur og keypti bækurnar af því ég var bara á kafi í allt öðru þá væntalega með betra líf og að stopna það og lesa einhverja andlega bækur skilu þannig að já. ég Eðlilega. gaf mér Það er bara, ekki tíma í það svo það hefur verið mjög gaman að rifja upp og ég sé tímana því já það var á þessum ári og þá gerði maður svona þú veist já, sem er alveg frábært sko og hvað heitir uh, skák fyrir fjór nei hvað heitir bókin mín ein tafl fyrir fjóra. Aflfljóði, minnstur Takk. algjör snilt, já, bara alveg hreint frábær, sko. Þannig, þú veist, það er svona gullmólar sem að maður rekst á í þessu. En andlegi þátturinn hjá þér, hann hefur nú hann aðeins teikt meira úr sig heldur en bara að skrifa um það í bókum, er það ekki? Jú, ég hef alltaf haft mikinn áhuga á andlegum málum og fór frekar snemma að sækja námskeið og skoða alls konar Já, sem að hefur gert mig gott og alltaf fær maður einhverja gullmúla til að taka með sér. já, En síðan lærði ég reikiheiljun og já. fór að kenna reiki 92 og síðan þá hef ég alltaf verið með námskeið á hverju ári og reiki hefur verið svona stór hluta mínu lífi. Það er bara frá 92 til núna, 2025, það er bara Mhm. svolítið langur tími. Já, já. Og námskeið á hverju ári, það er bara Ég frábært. reyndar síðustu 4 árin þá var smá pása eftir ég misti manni minn, þá svona setti ég allt á hól. Já, En ég byrjuði aftur að kenna. sem er stórkostlegt. Já, Var það ekki svolítið mikið áfall þegar að maðurinn þinn féll frá? jú, mjög mikið Já. og já, bara alveg ótrúlegt. Það bar svo brátt að. Já, Ja, það gerði það. Það var algjörlega bara, já, ekkert fyrir séð, ekkert að og hann fekk bara hjarta á allu. Heima. já. Sama Og var með mér. Svo það Já, sem- ég veit. Þú þekkir þetta allt saman. Þetta Já, er já, mjög, þegar eitthvað gerir svona snöggt að þá er maður alls ekki undirbúin og maður er náttúrulega aldrei undirbúin. En þetta var, já, mjög stórt áfall fyrir mig og ég var bara mjög langt niðri á eftir. já, Og en svona hlutir og svona upplifun og er náttúrulega mjög lærdómsrík og til þess að maður geti nú gert eitthvað gott úr hlutunum að þá er ég líka að skrifa um það. Af því að ég hef velti fyrir mér svona þegar að ríki fór aðeins að setjast að ég hefði alveg viljað hafa efni til þess hlusta á eða lesa til þess að vera svona sjá að ég væri ekki alveg að tapa vitinu að já, aðrir hefðu upplifað kannski svona svipað hluti. já. Og er það þessi bók í vinslu núna? Já, það er bókavinnsluna. Ertu komið svona minnutitil á hana eða? Ég er bara dauðinn. Já. Þetta, Hann er já, óumflýjanlegur. hann er það. Hann er náttúrulega eina sem að við vitum þegar við fæðumst Já. að það mun einhver daginn mun hann koma. Já. En kemur okkur alltaf jafn mikið á óvart þegar hann kemur? Já, það er í rauninni dálítið merkilegt af því Já, að hann er í rauninni það eina sem að, já, við vitum að muni koma en já. alltaf svona, Já, já, það er sko kannski sérstaklega þegar við eigum ekki von á því, það er ef að fólk er búið að vera langveikt að þá gerir maður sér grein fyrir, já, það er merki um að þetta er alveg að verða búið en þegar eitthvað gerir svona
að þá náttúrulega, þá er það meira sjokk. En svo finnst, Það, já, já, fyrirgeð. Það alltaf, er bara líka, sko þetta, ef að fólk er langveikt, þá ertu að byrja að syrgja fyrir svo löngu síðan. já, Ég man eftir, sko, mamma mín dó þegar ég var 14 ára og hún var með beinkrabbamein og var mjög lengi veik. já, Og þá er maður búin að fara í gegnum svo mikið sorgarferli og já, sársauka áður en að manneskjan kveður. Þannig að þá er það í rauninni kannski bara svona lausn og ákveðin léttir þegar að fólk já, líður svona ábúrslega illa. já. En þegar þetta er svona snöggt að þá er allt eftir, allir pakkin eftir. Hefur farið á miðilsfund og haft samband við hann eftir hann? Já, 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 ég hef gert það. já. Já, Ég já, er svo sem þú veist, ég man eftir því að það kom miðill til að starfa á Arnarstapa, ég bjó á Hellnum þarna á þessum tíma já. og, og það var hringt í mig og spurt hvort ég vildi tíma og ég segi, nei, ég er búin að vera í samband við hann eða alveg síðan hann dó, ég Mhm. þarf ekki neitt, neitt meira, sko. Svo morgun eftir því ég vaknaði, þá bara, þú átt að fara til konunar. Já. Og ég hringdi og sagði, heyrðu, get ég ekki fengið tíma, ég ávist að koma. Svo því ég Mhm. mætti eitthvað um 4 eftir hádegi, þá sagði meðli, hvað ég fegin út komin, hann er búin að vera hérna síðan í morgun. Já, 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 Þannig að það eru það eru skilabóð, ég meina andin heldur, eða sálin heldur áfram að vera til. já, 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 og ég veit alveg að hann tala við mig og ég skynja það og það, samt sem áður er svo gott að fara eins og þú gerir þarna, að þegar þú ferð til miðilsins og þú ert að fá skilaboð og það er öðruvísi þegar að önnur manneska er að segja þér þar sem að þú ert búin að skynja og svona ákveðin staðfesting af því að vissulega þegar eitthvað er bara svona gerist inn í hausnum á manni eða maður er að dreyma eitthvað og alls konar að þá heldur maður stundum að maður segja bulla. Já, já, ég er alveg samanlegaður, það er búið gott að fá svona staðfestingu Já, og svolítið gaman að segja frá því sko að síðast, ég fór til miðils á síðustu heimsljósmessunni sem var síðastlega haust já, og já. í Mosó og bara allt í einu bara tók ég að ok, já, mæta Mhm. og þá kom sko hérna Gulli heitin í gegn Já, og svona staðfestingi var að hafa með hundin okkar með sér já. og miðli var svo hissa, er ekki allir labrador svartir? Nei, mín var gul. Þannig að þú veist, það eru þetta, það er líka að trú og treysta að því sem þeir eru skynjar sem er að miðla fyrir okkur, þannig að það er bara, Mhm. mér fannst nú mjög merkilegt, stundum hugsa ég að þú ættir að vera að lesa í spil fyrir fólk, af því ég kom einu sinni í heimsók til þín, þá lest ég spil fyrir mig Mhm. og ég hef nú sjálf að sé fleiri spil vera sett á borðið og meira komið út úr því sem var rétt heldur hjá þér. Finnst þið gaman að lesa í spil? Já, ég gerði þetta á tímabili en ég er ekkert að gera þetta núna. Mér finnst það alveg gaman fyrir svona vinn og vandamenn Já, en það var bara þannig að eftir að Ingi dó og ég fór svona að velta fyrir mér hvað ég vildi gera þegar að ég færi að fá meiri tíma fyrir mig, já, þá var það alveg kýrskýrt að mig langa að skrifa. já, Og það er bara það sem að ég gef tíma og rými í lífinu núna. En svona aðri hlutir mæta afgangi eða ef að má segja svo. já, Og mér finnst líka mikilvægt að sinna því þegar fólk vil koma á reikináskiptið mín eða þarf á mér að halda kannski í tíma því ég er að taka svona einn og einn. já, En ég vil bara hafa það mjög takmarkað. já, ég meina þú er bara búin að setja fókusin á Já, ritstörf. ég er búin að gera það. Já, En mér finnst virkilega gaman að tarotspilum. Þau segja manni margt já, og já, er skemmtileg og eins og ég segi, það er bara að passa mig að ég hef áhuga á svo mörgum. tvíburinn Það hefur hefur alltaf verið þannig. það. Segjum tvær. Já, Það er eiginlega kannski, en hugsaðu hvað við erum hefnar að hafa svona mikið áhuga á lífinu bara almennt. það er aldrei dauð stund. Það er alltaf eitthvað sem að mann langar að gera Já, og það er alltaf eitthvað sem að býr eftir manni og kallar á mann og gerir mann glaðan.
og Ég bara var einmitt, dánægt. já, ég var einmitt að hugsa bara rétt áður en við hóðum þetta samtal okkar að ég hef alltaf verið á fleygiferð Mhm. í gegnum lífi af því ég hef gert þetta og þetta og þetta og þetta og það er alltaf ómikið á verkefnalistanum en það er búið að vera svo gaman. Já, Það það er er búið að náttúrulega, vera gaman. já, Já. það er náttúrulega bara það stóra í þessu að búið svo gaman sko. Mm. Og ég var líka að hugsa til mannsins heitins, ég hitti hann, ég kynntist honum ekki, en mér fannst svo falleg saga þegar varst að segja mér frá því þegar hann kom til þín á hesti, ríðandi á hesti. Já, 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 þú meinar þegar við vorum þarna að byrja að vera saman, meinar Já, 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 það var mjög áhrifaríkt. já, ég skal trúa því. Já, og svona koma, svolítið líkur Indjána þegar hann kom af heiðinni, þá var hann verið sko rauðferður og í gallabuxum og þá, Dásalegt. já, það var mjög skemmtilegt. Já, ég meina, í hugum okkar allra þá bara, þú veist, riddarinn á hvíta hestinum líku við að segja, sko. Þetta er Mhm. svona prinsessu upplifun. Já, það er það. Já, Þetta er svona, þetta var svona móment þar sem þú veist, þannig já, ok, hætt að byrja hausnum veginn, það er bara hann í lífinu og já, ekkert annað. já, Það er bara svo les. þar kom svarið. Já. Alveg, já, Mhm. dásalegt, mér finnst það, sko. Já. Ég var einmitt að hugsa að það eru örglega ekki margar konur sem að upplifa þetta, kannski, ég meina, ég er náttúrulega bygg í sveit, eða hef ekki búið svona í sveit eins og með búskap, bara hótel sem er ákveðin búskapu líka. Já, já. En en þú veist, þetta er rómantíkin. Ertu eitthvað hissa að ég fóði velun fyrir ljúflustur og rómatík? Nei, ég er ekki hissa á því. Nei, ég er sko ekki hissa á því eftir að hafa upplifað þetta, minnst það alveg dásalegt. En þú hefur skrifað tvær bækur sem eru svona samtalsbækur. Já, ég hef skrifað tvær samtalsbækur. Ég skrifaði hérna samtalsbók við Guðrún Óladóttur Reykjumestara Já, og Valgarð Einarsson miðil. Og svo skrifaði ég líka ævisögu Hauks á Rauðli sem að var hérna sveitungi minn og afskaplega litríku persónleiki. og hann var svo dásanlega skemmtilegur. Já, hann var nefnilega dásamlega skemmtilegur. Alveg yndist. Og það var óbúslega skemmtilegt ár þegar við vorum að vinna þessa bók. Af Já, því að hérna, ég sagði bara við hann fyrir byrjun, við skulum taka ári í þetta, af því þú munt segja mér allt aðra hluti voruð haust sem að var náttúrulega líka raunin. já, Og það er líka bara svo gaman þegar maður fer að vinna með skemmtilegu fólki, þá kynnist maður því svo mikið já. og hérna svo miklu meira heldur en bara kemur í bókinni. Já, já, sjálfsög. Og, Maður og kemur aldrei hérna, eftir fyrir, eins og það stendur. nei, nei, og það var mjög skemmtilegt verkefni. Já, Það var alveg dásanlegur. Það er bara, já, það var leitin af svona skemmtilegum mennu. Það er alveg já, sem að eiginlega, þú getur sagt, láta gamin geisa mhm, en á svo skemmtilegan hátt. já. Já, Og hérna, það var kannski þess vegna sem það var svo gaman að vinna með honum, af því hann er svona svolítið eins og ég, eða var, svona eins og ég og þú. Þú veist, það var alltaf fullu, það var já, alltaf gaman já, og lífið var bara, já, eitt ævintýri. já. Það er dásanlegt. Ég sko, ég veit í stærsta lagseldur held ég sem hefur komið upp úr Laxa ásum í Sauðanuskvötninni sem var við hans land, þannig að ég er Já, alveg mjög tengd honum þannig, sko. já, já. En hann að bóki sem þú skrifaði, samtalsbóki með Valgarð var svolítið sérstök. Já, það var svolítið sérstætt hvernig hún kom til, vegna þess að ég vissi ekkit um hennar mann og þekkti hann ekki neitt og bara, já, hafði aldrei heyrt um hann. Og svo hérna hringdi Björn í mig, útgefandinn, og sagði að hann vildi fá samtalsbók við Valgarð miðil og hann vildi bara að ég skrifa hana. Og ég hélt nú bara aldrei ekki, ég þekkti ekki þennan mann, þar að ekki verið í meiri skáldsögu sem ég ætti bráðum skil honum og ég ætlaði bara ekkert að gera þetta. Og hann sagði já, en ef þú gerir ekki, þá verður þetta ekkert gert og ég er búin að bjóða honum alls konar fólk til að skrifa þetta og hann segi bara nei og ég ætla að fá þess að Birgittu. Og ég var náttúrulega alveg yfir dottin af því að mér fannst þetta svo fáránlegt að eiga hérna að kosta á fullt og flottu fólki og vilja svo endilega að ég skrifa þessi bók. En auðvitað endaði mig ég sagði já og fór og hitt hann og þetta átti að vera þannig að ég ætti að skrifa svona ágrip á ævinans og hérna
svona hugsanagangi og síðan átti seinni hluti bókarinnar að vera svona frásagnir frá fólki sem hafi farið til hans til að sína hvernig miðill hann væri og hvaða sögu fólk hefði að segja um það. Og svo gekk þetta nú allt saman ljómandi vel hjá okkur. Nema þegar ég fyrir að fá send bréf, þetta er nú svo langt síðan, þetta var allt í bréfum, Já, að með umsögnum frá alls konar fólki hennar mann, þá hugsaði ég bara hvaða vitleys er þetta? Það er engin svona góður. Og ég var auðvitað ekki búin að fá tíma hjá honum og hann sagði þú fara einhver tíma hjá mér fyrir að við erum búin. Svo náttúrulega kláraði ég bókina og allt gott um það og þá segi Valli, já, nú máttu koma í tíma til mig. Og ég fór í tíma til hans og bara á fyrstu 10 mínútonum að þá hugsaði ég, já, þetta er örugglega ekki ofsögum sagt af því að hann er alveg stórkostlega góður miðill. já. Og Ég bara stefni ég er þess, búin að já, fara oft til hans núna, bæði núna og áður og já, mér finnst alltaf svona, það er svo mikið sem að það passar allt. já, sem er dásanlegt, já. Og það Já, er gott að fá svoleiðis skilaboð, mjög. og núna þess vegna ef að mér vantar sérstaklega að fá staðfestingar á einhverju hjá manninu mínum, þá hef ég sambandi Valla og segi ég er að koma í bæinn á þennan dag og verði 4 daga, getum við kannski hist. Og hann er svolítið svona líka að segja það, já, endilega komdu, ég nenni ekki hafa hérna. Já, Þannig ég skil, já, já, að, ok, já, hann er búinn að vera, já, tilbúinn, já, já, alveg bara. já, 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 það var líka mjög ánægilegt að fá að kynast honum og fá að vinna þessa bók. já. Og þessar bækur eru náttúrulega örglega allar löngu uppseldar. Já, 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 það er við. Þannig það er helst bókakaffið eða bókasöfnin eða eitthvað ef fólk vil lesa þér. Já, Já, en Valgarð er ennþá að vinna, þó hann sé kannski ekki að taka marga hverju viku, hann er enn starfandi með. já, það er náttúrulega frábært, sko. Já, Hvers konar segirðu? Einarsson. Einarsson, já. Já, Það er bara flott fyrir fólk að vita af því. Þetta er sko, það er opnast svo mikið fyrir nýjar vittir, líka hjá fólki að treysta því að við séum að fá skilabóð. já, Þannig það er svo dásamlegt, sko. En nýlega þá gerður svolítið breytingar á búrastrinu hjá þér líka sem hafa haft áhrif á tíman til að skrifa, ekki satt? jú, algjörlega. Við hættum með mjólkukýr í september Já, síðasta og það náttúrulega gjörbreytti öllu. Auðvitað saknaði ég kúna og allt svoleiðis en þetta bara gaf mér svo mikið frelsi já, af því að krakkarnir mínir þau búa hérna heima og þau eru mjög dugleg og ágæt í búskap en þau mjólkuðu helst ekki kýr. já, ég skil. Þannig að ég var mjög bundin yfir þeim og það er náttúrulega miklu meiri binding, sérstaklega eins og var hjá okkur í svona gömlu fjósi þar sem að já, þurfti bara að mæta út á þessum tíma til þessar dag Já, og núna hef ég miklu rýmri tíma en við fjölgum bara fénu og erum samt alveg full í búskap fyrir það. mér finnst þetta, er bóndin alveg hluti af þér? Já, 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 sveitin er náttúrulega bara lífið mitt, sko. Já, Og búið að vera alla tíð og ég held að ég muni alltaf þurfa, sko, náttúru og dýr og ekkert endilega að vera bóndi, nei, heldur bara að vera í snertingu við náttúruna og mér finnst sko dýri mín hafa heila mig svo mikið og gera alltaf þegar að já bara þegar það eru dimmir tímar eða eitthvað bjátar á sko. já, já, Og ég var svolítið sérstætt með að hætta með kýrnar af því að gerði svo snöggt og það eiginlega, ég hafði engan tíma til þess að verða sorgmætt eða leið eða finnast eitthvað erfitt. nei, Af því að það var 15. morgun og ég var búin að selja þarna nokkra sem voru farnar. Svo var ég að bíða eftir að fá slátrun fyrir 5 og var búin að selja 2 í viðbútt. Og það er svona biðlisti í sláturhúsið. Þannig að ég átti ekki vona því að komast að. Svo hringi bara þessi elska sláturhússtjórinn og segir, heyrðu þið, viltu kannski að koma í bíl núna? Og það bara fór allt á stað og ég fekk bara að senda þær allar og svo voru hina teknar og svo stóð ég bara í gömlu skítugu kaltómi fjósi
Ég sem bara, hvað gerðist? Af því Vá, að þetta var búið að taka þetta alltaf langan tíma að geta hætt og selt og fullur sett og svona. Og mér fannst bara á eftir, svo settist ég bara niður og sagði, hvað á ég að gera? Þetta var bara að segja kyrt á Steinveik á 200 km hraða eða eitthvað. Þetta var bara rosa skrítið, en þetta var náttúrulega það sem ég var búin að vera að bíða eftir og tók ákvörðun og var virkilega gott og tímabært. já, Af því að það er nú eins og þannig að það sem að kannski hjálpa manni mest þegar það er erfiðast, eins og var í þessu tilfelli, að það var náttúrulega rosa gott að vera í fjósinu og ég hafði alltaf tilgang þar og gæti verið bara þar ein og verið sorgmætt og allt það. já, já, En svo fann ég þegar aðeins að fóra að svona létta til, þá fann ég að þetta var orðið svona farið að tryggjara hjá mér. Þegar ég fór í fjósið, þá varði ég döpur. Af því já, að það var það langur tengdi tími, það, já, já, og það var að segja, jæja, Birgitta, nú þarf eitthvað að gerast. já, já. En svo náttúrulega bara, þú veist, verður það opnum fyrir ritstörfin og meiri tíma til þess. Já, já, og líka geta bara sinnt því sem að þarf í kringum það, að vera Já, hreyfanlegur, geta mætt þar sem að maður já, nú er vill það kalla mæta. eftir við er heldur bara út í fjósið. Já, nú er ég víðar. Já, það er velunafhendingar og umfjöllun og annað þess að það er náttúrulega bara alveg stórkostlegt. Já, ég er mjög þakklátt fyrir þetta allt saman Já, og einhvern veginn, já, þakklátt fyrir hvað bara hefur verið vel um þetta allt séð. já. En Dætur regnbogans, núna nýjasta bókin þín, hún er framhald af hvaða bók? Nei, Undir Óskasólu er nýjasta bóki mín og Já, hún er framhald af Dætur Regnbogans sem ég alveg var rétt. að fá Já, verðlaun fyrir. já. Já, af því Dætur Regnbogans sem að var verðlaunuð, hún er sko alls ekki ný. Nei, Hún er sko bara 30 ára gömul. En ég var að skrifa sem sagt framhaldi af henni já. og ég er að skrifa núna framhaldi af framhaldinu. Þannig þetta er svona þrenna sem þú ert Já, að þetta er þennan. já, til að klára söguna. Já, Fara þær fram á okkar tíma þá? nei, 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 nei. Nei, má ekki segja. Ó, ok. Má ekki ljóstra upp leyndarmálunum fyrirfram, en það verður Nei, gaman að fylgjast með þér bara í framtíðin út af því að þetta er náttúrulega bara stórkostlegt. Ég vil segja stórkostlegt eins og að segja á góður íslensku comeback fyrir þig, þú veist. Að já, stíga bara aftur inn á ritvöllin mm, með allar gömlu bækurnar og nýja bók sem fær velun bara eftir fyrsta árið. Í rauninni gamla. nei, gamla bókin Já, fekk velun. já, Af því að sko, þetta er fyrir 24. Nýja bókin mín komið út núna 25. já, ég skil, já. Já, já, ég er bara mjög þakklátt og bara Sjáum við, já. gaman hjá mér. Sjáum við kannski að velunum pallum á næsta ári. Maður veit aldrei hvað framtíðin ber í skauti sinni, það er bara Eitthvað náttúrulega. skemmtilegt allavega. Já, alveg örugglega. Næstum því. Ég sé bara takk æðislega fyrir að koma í þáttinn til mín. Þú ert alveg yndisleg mannvera og bara gaman hvað þú ert að gera það sem hjartað segir þér að gera. Takk kærlega fyrir mig.